Komið öll blessuð og sæl. Mjög gaman að vera hér í Glerárkirkju. Alveg sérlega ánægjulegt að hitta djákna út í söfnuði. Þeir eru að verða mjög fátíðir. En við ætlum í kvöld að fjalla bókina sem að þarna er myndað, þjónusta í síbreytilegu samhengi, að umbreyta, sætta og efla. Og fyrirlesturinn heitir Díakonía í hnotskurn, þjónusta í nútímanum. Og hnotskurnin, það er það sem við ætlum að reyna að brjóta í kvöld. Ég hérna með litla hnetu og við ætlum að brjóta hana og sjá hvað er inn í henni. Og fá svar við því hvað kærleiksþjónusta, díakonía, við notum þau orð, er. Díakonía, kærleiksþjónusta eða þjónusta. Þetta á að ná yfir allt það sama. Nú, bara til að kynna ykkur aðeins bókina, þá er hún í öðru samhengi með annarri bók sem heitir Boðun í síbreytilegu samhengi og þessi er þjónusta í síbreytilegu samhengi. Og sú sem við erum með núna er framhald af hinni, getum við sagt. Og hvað ég að segja, aðalatriðum þá fjalla bókin samhengi díakoníunnar á heimsvísu, þjónusta í guðfræðilegum skilningi og framkvæmd þjónustunnar nær og fjær. Hvað var það nú að flottasta sem ég sá fyrst til ég las bókina? Það er dálítið mikið að marka það. Hvað er það fyrsta sem maður sér? Á blaðsíðu 44 í bókinni, 43-44, þá er það fyrsta sem ég fannst rosalega flott. Og það er saga úr sögu sem við þekkjum, það er sagan af miskunnsaman samverjanum og hún er tekin fyrir í skrefum. Fyrsta skrefið, þá nemur miskunnsami samverjinn staðar. Í öðru skrifinni að þá svarar hann bráðri neyð. Í þriðja skrifinu þá gerir hann ráðstafanir. En svo kemur fjórða skrifið sem við vakin athygli á hér. Því að það var í biblíulaus hóp sem að konan okkur spurði hvert skyldi samverinn hafa farið eftir hann skildi við hinn særða á gistihúsinu. Og þá var einhverjum að svari. Hann fór náttúrulega beint á bæjarskrifstofuna í Jerikó, sagði sögu sína og mæltist til þess við sveitarstjórann að öryggisráðstafanir gegn ofbeldi yrðu hertar og fórnarlömbunum veitt viðeigandi aðstoð. Þetta fannst mér dálítið skemmtilegt. Þarna var búið að bæta við sögu sem ég kunni utan að og nú þurfti ég aðeins að hugsa um. Þarna er komið nýtt hlutverk og við köllum það stundum talsmannahlutverkið. Ég fer og tala við einhvern sem að ég þarf að biðja að lagfæra fyrir einhvern annan. Nú, það sem ég fannst líka dálítið skemmtilegt og nútímalegt, það var aðferðafræðin að sjá, hugsa og framkvæma. Og þegar við höfum verið að fara í gegnum þetta, þá hafa nú góðu vinir mínu sagt, já, við erum svo góði að sjá og framkvæma. En við gleymum alveg að hugsa. Það má satt vera. En við erum ákaflega framtakssamt fólk eins og þau þekkja okkur Íslendinga af. Og það er ekki bara okkur sem finnst það eru margir aðrir sem segja við okkur líka. Nú, að mínu mati þá er kærleiksþjónusta það að sinna náunga sínum, hjálpa náunga sínum, styðja, ekki starf, ekki launastarf, ekki sjálfboðastarf, heldur lífsstíll, lífsviðhorf. Og lífsviðhorf það er eitthvað sem alveg gegnsýrir okkur, nær alveg út í fingur og tær og það er einhvern veginn viðhorfið. Það er eitthvað sem við væntanlega höfum flest lært sem ung börn og vitum og þetta þarf að gegnsýra okkur og smátt á lífsleiðinni þá getum við æft okkur í þessu. Nú,
maður leitar oft fyrir sér skilgreiningar og það má skilgreina allt á margvíslegan hátt. En ég hér með eina skilgreiningu sem byrjar þannig: kærleiksþjónusta umhyggja kirkjunnar. Umhyggja. Það orð skiljum við vel. Kærleiksþjónusta fagnaðarerindið í verki. Jú, við skiljum það. Fagnaðarerindið í verki sem tjáð með náungakærleika, samfélagi, verndun sköpunarinnar og baráttu fyrir réttlæti. Þessi skilgreining getur orðið okkur nægt viðfangsefni í kvöld, en við förum yfir margt og þetta að vissu leyti inntakið. Náungakærleikur, samfélag, verndun sköpunarinnar og barátta fyrir réttlæti. Við getum hugsað okkur að spyrja hvert markmið bókarinnar. Það að bregðast við samtímanum út frá hlutverki kirkjunnar gagnvart því sem þeim sem líður og þjást. Og markmiðin að vera leiðarljós en ekki nákvæm lýsing. Því það mjög erfitt að lýsa nákvæmlega, þú ert að gera fyrst svona og svo svona, en okkur kennt það í aðalatriðum. Og bókin auk þess áskorun til okkar að horfa á aðstæður okkar og hugsa út frá okkar samfélagi, og þess vegna stendur í síbreytilegu samhengi. Við sem sagt ekki einhvers staðar langt í burtu, heldur við hérna. En við líka langt í burtu af því að við að tala heildina. Því að það sem ég geri hér gagnvart sköpun Drottins, það hefur áhrif einhvers staðar annars staðar. Og þetta finnum við. Og vitum, það talað hlýnun jarðar og svo framvegis, þannig að það engin eyland. Ísland ekkert eyland. Við hlutastæri heild og við að lifa í einhverju ákveðnu samhengi. Nú veit hverju á þessi bók erindi. Við getum sagt hún á erindi með okkur hérna í kvöld. En hún á erindi við mjög marga. En hún hugsuð fyrst og fremst fyrir fólk sem að læra eða vinna við kærleiksþjónustu og fyrir það fólk til að miðla henni. Innihaldinu og kenna öðrum. En þessi bók læsileg og aðgengileg fyrir alla. Kannski svolítið mikil guðfræði inn á milli, en það getur líka verið mjög spennandi að fást við guðfræði, hvort sem maður eitthvað lærður í guðfræði eða ekki. Það margir sem hafa áhuga á guðfræði. Nú, allt sem að kristin trú boðar og guðfræði kristinnar trúar undirstaða þess sem við að boða og gera í kirkjunni. Og það sem að við gerum í kirkjunni að fara með trúarjátninguna. Hér kemur glæra sem að talar umboð kirkjunnar. Við getum spurt okkur, höfum við umboð? Og hvers konar umboð höfum við til að vinna að kærleiksþjónustu? Og það í þessari skilgreiningu samtökum sem að íslenska kirkjan aðila af, þá alveg ljóst að við með umboð, og hér segir kirkjan hefur fullt umboð til þess að bera vitni kærleika Guðs í Jesú Kristi frammi fyrir öllum heimi. Þjónustan, díakonían einn þáttur þessa vitnisburðar. En það sem ég var að byrja að segja, það var að í hverri messu förum við með trúarjátninguna. Hún í raun og veru undirstaðan undir það sem að við trúum. Guð skapaði, og hann skapaði manninn, karl og konu, og maðurinn fær virðingarstöðu, vald og ábyrgð. Munið hvað Guð sagði þegar hann var búinn að skapa allt þetta fína flotta? Jú, hann sagði
eins og stendur í Biblínu, og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Það allar krakkarnir sem voru í öskudagsbúningi í dag myndu segja að það er alveg frábært hjá honum, eitthvað svoleiðis eins og við sögðum sönginn hjá þeim. Og það er það sem Guð segir við okkur, að sköpun hans er frábær, allt sem hann hefur skapað. Maðurinn hefur ákveðna virðingu, honum er líkt við Guð, skapaðri ímynd Guðs, og maðurinn hefur vald, og hann hefur mikið vald sem hann getur farið vel með, sem hann getur farið illa með, og hann hefur ábyrgð. Út frá þessari grein trújátningunnar þá langar mig til að segja ykkur að ég fór á bíómyndina Hvell daginn. Og þessi mynd, ég held að þið vitið hvað fjallar það ekki. Þetta er sem sagt barátta fyrir að hindra að landsvæði fari undir vatn og eyðileggist. Og við getum spurt okkur hvort að þessi barátta hafi verið í anda þess að varðveita sköpun Guðs. Ég veit að mörgum finnst það, kannski ekki öllum, ég veit það ekki, en ég veit allavega að við þörfnumst rafmagns. Ég þarfnast rafmagns, við værum ekki hér með þennan fyrirlestur ef við höfum ekki rafmagn. En eðlileg afleiðing af því að við segjumst þurfa að nota rafmagn, það er að það þarf einhvern veginn að búa til. Og spurningin er bara hvort okkur leyfist að gera það hvernig sem er og fórna hverju sem er til að geta fengið sem mestan arð út úr framkvæmdinni. Þetta er spurning sem að Íslendingar spyrja sig mjög mikið núna í svo mörgu samhengi. Og þessi mynd dregur upp skýra mynd af þessum aðstæðum sem voru á þessum tíma. Og ég held að hún sé gott umhugsunarefni fyrir okkur út frá því að Guð hefur skapað. En stærsti hluti trúarjátningar okkar er þegar við segjum ég trúa á Guð Son, Jesú Krist. Og Guðs sonur er frelsari. Og þessi bók hefur undirtitlana að umbreyta, sætta og efla. Og Jesús Kristur er sá sem umbreytir, sættir og eflir. Hann vill vera þetta jákvæða afl, þessi jákvæða persóna sem breytir öllu til hins betra. Hann er auðmjúkur. Hann er hirðir. Við þekkjum sögurnar góða hirðin. Við þekkjum að hann sagði ég er meðalíður eins og þjónninn. Hann leit ekki á sig sem yfirvald. Hann vissi hver hann var. En hann var samt þjónn. Hann var það sem að við getum sagt auðmjúkur leiðtogi. Og hann á samleið með okkur. Á auðveldari íslensku, hann vill vera samferð okkur. Og við notum þetta orð oft samleið. Það held ég að sé eitt af dýrmætasta í kristinni trú. Að vita það að við erum ekki ein, að Kristur vill og er með okkur á lífsleiðinni. Nú, það er líka í trúarjátninguna að við trúum á heilagan anda. Og mér finnst heilagur andi mjög skemmtilegur og töfrandi, ef ég má segja hann sem svo. Það er af því að ég skil hann ekki alveg og ég höndla hann ekki, ég get ekki bent á hann. Það er allt spennandi. En hann er afl. Hann er styrkur sem Jesús sendi til okkar og Jesús kallar heilagan anda hjálpara.
huggara og það að eiga þessi hjálpara og huggara mikils virði. Og þessi kraftur heilags anda, hann sérstaklega gefinn okkur í skírninni. Og æðsta skírn okkar, æðsta vígsla okkar skírnin. Það alveg sama þó að hér sé prestur, annar djákni og þó það væri hugsanlega biskup og jafnvel páfi hérna. Þá væri það ekkert á við skírnina. Það finnst mér mjög mikilvægt. Og ég segi oft við fólk að þú berð alveg eins mikla ábyrgð og ég á því að þjóna náunganum þó að ég sé við djákni. Þetta ekkert einkamál einhverja sem við erum búin að segja þeir gera þetta, ég þarf ekki að gera neitt. Þetta eitthvað af því að við erum helgu Kristi og höfum fengið skírnina. Eða tekið á mótinni, svo að ég noti nú orðafæri sem ég vil heldur nota. Nú, mér fannst gaman að nota þetta hugtak þrá heilags anda. Hvað það sem heilagur andi þráir? Hann þráir það að við sýnum samstöðu. Og samstaða felst í því að segja að við séum eitt. Það sagt í Jóhannesar Guðspjallinu, 17. kafla, að lærisveinarnir séu eitt. Svo var mér eitthvað bent á, en það stendur alls ekki eigi að vera eins. Nei, það var satt. Við höfum ekki verið eins. En það vegna þess að við höfum mismunandi hæfileika og Biblían kallar það oft náðagáfur. Og þetta voru gott. Af því að þá að við eigum reitt, þá ekki verið eins. Hvernig held að það væri bara Pétur Björgvinnar hérna í Glerárkirkju? Almáttugur, hann heldur fyrir andliti bara. Af því við þörfnumst allra annara líka. En hann ekki minna virði, ég ekki minna virði fyrir það að séra Gunnlaugur til. Eða Sverrir kirkjuvörður eða Jón Oddgeir. Við erum mismunandi. Höfum mismunandi náðagáfur og við þurfum að vita hver þær eru. Og við þurfum að rækta þær og nota þær í samfélaginu í kirkjunni. Já, punkturinn hér sá að við erum með trújátningu og við játum okkar heilugu trú. En við getum hugsað, eigum við þá að geta hjálpa þeim sem að ekki trú eins og við, ekki eru kristnir. Ég meina ekki kaþólikkum og bara öðrum sem trúa öðruvísi við. Svarið við því hjálpin á að vera án landamæra. Það að segja að við getum hjálpað hverjum sem af hvaða trú sem hann og við getum unnið með öllum öðrum sem að vinna að góðum verkum. Og þá hjálpin eiginlega án allra landamæra. Og við þekkjum lækna án landamæra þann félagsskap og hér vil ég segja við þurfum að muna það hjálp á að vera án allra landamæra og þess vegna þó við höfum okkar grundvöll að þá getum við starfað með öllum mögulegum öðrum. Nú, kirkjan, hún biðjandi, boðandi og þjónandi. Og án kærleiksþjónustu, án þjónustunar, þá engin kirkja, hún ekki heil. Og hér komið þríhyrningur upp á blað og það eru 3 horn á honum, að sjálfsögðu, og inni í honum stendur samfélag. Á hornunum stendur helgihald, þjónusta, boðun. Eða þetta sama ég sagði áðan, biðjandi, boðandi, þjónandi. Og ekkert má missa sín. Þannig ef eitthvað eitt vantar, þá getum við sagt að þá þetta ekki kirkja. Og í okkar íslensku kirkju þá hefur að mínu mati oft verið þannig að þjónustan við náungan hefur gleymst
eða það hefur ekki verið tími til þess, það hefur ekki verið hægt að gera allt, það hefur fáið starfsmenn, en helgihaldið er mikilvægt og án þess þá erum við nú engin kirkja. En þetta þarf að vera í jafnvægi. Allt þetta er þarf að vera órjúfanleg heild. Við getum hugsað okkur út frá þessu líkani stjórnunarhætti í kirkjunni. Höfum við vald yfir öðrum? Nei, við höfum ekki vald yfir öðrum, heldur höfum við fengið vald í þágu annarra. Það er til stjórnunarstíll sem kallast þjónandi forysta, sem leggur einmitt áherslu á þetta að við höfum ekki vald yfir öðrum, heldur í þágu annarra. Og þá held ég að þið tengi alveg beint við Jesú Krist. Þetta er mjög mikilvægt að hugsa, til dæmis í safnaðarstarfi. Hvernig lítum við á okkur? Er einn hærri en annar? Er einn yfir öðrum? Og þá er ég ekki að meina að einhver einn sem að þarf að ákveða ýmsa hluti, heldur hvernig við mætumst sem manneskjur og við finnum út úr hlutunum saman. Þannig getum við farið tilbaka í þríhyrninginn og fjallað aðeins miðjuna, þar sem er samfélagið. Samfélag, þá erum við að meina samfélag manna, ekki þjóðfélagið. Og í þessari bók þá er mikið talað kvöldmáltíðina sem boðar skilyrðislausan kærleika Guðs í Jesú Kristi og að þjónustan sé fyrir alla. Og að við þiggjum gjöf eilífs lífs og það af einskærri náð. En þá komum við kannski að hlut sem heitir verkaréttlæti. Lúther var ákaflega upptekinn af því að við værum ekki að kaupa okkur náð hjá Guði með góðum verkum. Og hann var ákaflega mikið á móti því að kaþólska kirkjan var að selja fyrirgefningu syndanna. Þetta finnst mér vera spennitreyja sem við lendum í. Vegna þess að það er alveg rétt hjá Lúther að við getum ekki keypt okkur fyrirgefningu Guðs. Því að hún er gefin að náð, hún er ókeypis. En, svo er sagt, trúin sést af verkum. Og þar getum við sagt að trú í orði og verki sé svo samþætt að það sé ekki hægt að aðgreina hvort það er. Og ef það vantar annað, þá er þetta bara ekki í lagi. Þetta hafa margir gleymt við og að vissuleyti spennandi spennitreyja að spá í það. Ef ég bara hjálpa, er það allt í lagi. Þarf ég ekki að þiggja neitt frá Guði. En það er einmitt það sem við þurfum. Nú, í þessari bók þá er ég búin að segja ykkur og þið sjáu það að undirtitill er að umbreyta sætt og efla. Umbreyting frá slæmu ástandi til hins betra. Hver er árangurinn? Jú, mannhelgi vex, friður og réttlæti. Það hljómar fallega. Ef maður hverf út í heim og segja að umbreyta út í heimi. Við getum hugsað okkur að umbreyta fátækt í velsæld. Nei, nú sagði ég að umbreyta fátækt í velsæld. Ég sagði ekki, gleymdi ellinu. Velsæld. Og þá langar maður að taka eitt dæmi, en áður að spyrja, er fátækt sjálfsagður hlutur eða er fólk gert að fátæklingum? Vittu nú við, hvað á manneskja við? Það er sagt frá því hér að örbirgð hafi aukist mjög mikið í Suður-Ameríku upp á 1960 og það eru fleiri og fleiri fátækir og það var einhverju sem komast á þeirri niðurstöðu að allsleysi og fátækt væri ekki sjálfsagður hlutur eða náttúrulögmál. Þetta bara varð, en þetta væri ekki náttúrulögmál.
heldur að þetta væri afleiðing af langvarandi kúgun og ósanngirni og að fólk væri gert af fátæklingum. Og þá spurning, hægt að umbreyta fátækt í velsæld? Verðum við ekki fyrst að gera okkur grein fyrir því af hverju fátækt? Af hverju stafar hún? Það af því að einhver annar tekur stærri sneið af kökunni en hinn? Að auki, þá fátækum gjarnan líka kennt fátæktina. Þetta bara þeim sjálfum að kenna. Höfum við ekki heyrt það, aumingjagangur? Býtum, af hverju stafaði hann? Jú, viðkomandi var veik. Og ég spyr hér, mögulegt að breyta stöðu HIV sjúkra, HIV smittaðra? Það einn stór hópur og í þessari bók, sem talaður ástand út í heimi, þá fullyrt að HIV sé eitt af því sem mjög stórt vandamál og þurfa að mæta. En það ekki bara hægt að mæta þeim með því að gefa lyf. Þetta mjög flókið og það þarf að mæta því á mjög breiðan hátt. Og ég fer ekki nánar út í það. En það var sætta. Sáttargjörð. Hún endurnýjar fólk til nýrra samskipta og ábyrgðar. Ný samskipti. Við þekkjum þráðinn sem oft á milli fólks og við höfum það konkrétt í orðinu hjónaband. Nú bandið slitnar, þá eitthvað sem gerist, eitthvað ósætti, en ef það getur orðið sætti aftur, þá bindum við bandið saman aftur. Og það þetta sem að sáttagjörðin að tala að endurnýja til nýrra samskipt og ábyrgðar. Og þetta á ekki bara við hjón, en orðið hjónaband svo heillandi í þessu samhengi. En sátt og réttlæti, þær systur. Það verður ekkert, það verður engin sátt eða verður ekki réttlæti. Við getum sagt að við eigum 10 kíló af gulli, en ef ég fæ 9 og þú 1, það ekki sátt. Býtu, hvað að tala? Var þetta réttlæti? Nei, réttlæti væri ef við skiptum jafnt. 5 kíló af gulli fæ ég og 5 fær þú. Þá komin réttlæti og þá getur orðið sátt. Hugsið ykkur bara í stríðshrjáðu ég fer ekki nánar út í það, en hugsið ykkur, hvernig hægt að koma þessu fyrir í stærra samhengi? Nú valdefling líka notað, empowerment á ensku, þetta orðið dálítið tísku. En það sem ég finnst ég sjá valdeflinguna langbest þegar að lærisveinarnir voru svo óttaslegnir þegar Jesús fór til himna og áður en heilagur andi kom, að þeir voru alveg skelfilega aumir. Þeir fóru í felur og ég veit ekki hvað, en þegar heilagur andi kom þá eldust þeir. Og allir eiga að vera fullgildir. Vegna valdeflingar, og við lítum þannig á að þó fólk sé og upplifi sig varnarlaust eða útskúfað, sé valdalaust eða undirmálsfólk, þá eiga það að vera fullgildi líka. Og þegar maður telur upp svona orð eins og varnarlaus og útskúfað, þá erum við svolítið að stimpla. En ef ég að reyna að segja hlut sem að þannig að ég vil fá það fram að þeir sem að hafa minnst, hafa verstu heilsuna, þeir eiga að vera líka elfdir og fullgildir. Nú að umbreyta, það aldrei spennandi. Að umbreyta heima. Og þá bara kem ég með sömu setninguna. Fátækt sjálfsagður hlutur eða fólk gert af fátæklingum? Spyrjiði hér á Íslandi. Ég kem með nokkra punkta. Láglaunastéttir og öryrkjar, það sjálfsagður hlutur? Það sjálfsagt að fólk hafi mist húsnæðið sitt? Eða hefur það verið gert, hefur eitthvað verið gert til þess að það misti húsnæðið sitt?
það sjálfsagt atvinnulausa. Það svo margt sem við getum sagt að við gerum fólk að sem væri hægt að breyta. Í dag höfum við haft marga atvinnulausa og fólk sem hefur misst húsnæði og alltaf höfum við syrgjendur hjá okkur. Það staða sem erfið og umbreyting þarf að verða í þeim aðstæðum. En ef við horfum á Glerárkirkju, að umbreyta í Glerárkirkju, þá byrja ég á að segja sjáðu. Manstu hvað það var sem ég sagði fyrst sem ég fannst svo flott í bókinni? Sjáðu, hugsaðu, framkvæmdu. Og hérna segi ég sjáðu. Sérðu hverjir eru í söfnuðinum sem til dæmis eru einangraðir? Fer söfnuðurinn til þeirra? Við getum líka spurt okkur, hverjir eru einangraðir, hvernig við að finna þá? En ég spyr, fer söfnuðurinn til þeirra? Skapar söfnuðurinn samfélag? Ég segi það nú bara, núna erum við hér með samfélag. Þannig að við getum sagt að allavega núna erum við að mynda samfélag. Linar safnaðarins þjáningu. Því eitt af því sem kærleiksþjónustan vill, það að hindra einangrun fólks og skapa samfélag og lina þjáningu. Getum við horft á söfnuðinn hér og spurt okkur. Getum við líka hugsað. Ég set þarna efst á glæruna, það vandi að hjálpa. Á nú að fara að gera hjálpina að ykkur vandamáli. Hafið nokkuð tímann heyrt það að ykkurum hafi verið hjálpað og hafi verið ekki gagn í því? Já. Þá skilur hvað ég að segja. Það líka hugtak sem var hér notað dálítið mikið á ensku sem charity. Og það getur verið erfitt að þýða það, en svona í gríðarregi þá hægt að segja aumingagæska. Það að segja að ykkur sterkur, ríkur, fer til hins veika og gaukar af hann ykkur. Og við þekkjum þetta úr alls konar kvikmyndum og sögursögnum og svona að hinni ríku, þeir vildu sýna fátækum umhyggju, en það var ekki, samfélaginu var ekki breytt. En þetta sjálfsagt gert enn í dag og það ekki ástæða til að gagnrýna alla hjálp, því að það margt sem þarf að gera og margt sem þarf að hjálpa og margt sem rétt, en það þarf að hugsa. Ein spurning hjálp til sjálfshjálpar. Sjálfshjálp. Mig langar ekkert að vera rosalega háð einhverjum öðrum. Alltaf öðrum langi það. Ef að mig langar að eyða pening. Ef mig langar að kaupa eitthvað. Ef mig langar að fara eitthvað. Þá þarf ég að eiga eitthvað. Kannski það hjálp við það. En kannski það besta að segja, þú verður sjálf að geta aflað þér til að geta eitt. En við getum kannski byrjað með eitthvað startkapital og það reynt að gera víða að hjálpa fólki yfir erfiðasta fyrsta hjallan. Jafnvel með peningagjöfum, jafnvel með matagjöfum og svo líka, hefur maður oft heyrt þegar öll uppskera fer í Afríku, þá sagt, jú, við gefum ykkur að borða núna, en svo hérna kort, þið skulu sá. Þá verðum við sjálfbjargar. Við þurfum líka að velta fyrir okkur hvort að hjálpi sig í samræmi við að umbreyta, sætta og efla. Þá getum við hugsað okkur, já, er hægt að hjálpa fólk og niðurlægja í leiðinni? Það margt sem við getum hugsað, það margt sem þarf að athuga, en það líka skref númer 2. Þá ætlum við nefnilega næst að framkvæma. Framkvæmd og skipulag kærleiksþjónustunnar, hún getur verið margvísleg og ég fer ekki í einhverja
nákvæma útlistanir heldur hér aðeins á yfirborðinu. Við getum verið að þjóna einstaklingum, við getum verið með skipulega þjónustu, til dæmis í söfnuðum, við getum verið með þjónustu á stofnunum, þá við til dæmis það að fara þar sem stofnanir eru, það farið á öldrunarheimili, það farið í skóla, það víða sem kirkjan fer og þjónar og við höfum líka alþjóðlega þjónustu, við höfum hjálparstarf kirkjunnar og við höfum kristniboðssambandið og þessi alþjóðlega þjónusta, hún hefur nákvæmlega sömu markmið og önnur þjónusta, það að hjálpa til sjálfshjálpar. Jú, bíddu nú við, það vantar svo oft vatn. Já, við hjálpum þeim að finna leiðir til þess. En við ætlum ekki að fara að bera vatnsföturna fyrir það. Nei, við reynum að finna leið svo þau verið sjálfbjarga. Áður en við framkvæmum, það þarf að vera búið að sjá. Það að segja greina aðstæður. Það þarf að vera búið að hugsa og skipuleggja. Það var þessi þáttur sem ég talaði að Íslendinga vantaði oft, hugsa og skipuleggja. Og að lokum þá kemur framkvæmdin og hún þarf að vera fagleg og árangursrík. Og þegar ég tala að framkvæmdin þurfa að vera fagleg, þá á ég við að í hjálparstarfi og í kærleiksþjónustu þá þarf að nota viðurkennd vinnubrögð og ekki bara gera það einhvern veginn. Og það í þessari bóku talað að kærleiksþjónusta, hún sé framkvæmd af fólki sem hefur til þess lært, bæði á bók og í praktík, en svo líka af sjálfboðaliðum, launuðu starfsfólki, bara hverju sem er. Þannig að þetta er gífurleg breidd, en það þarf að vera faglegt starf og það þarf að hugsa það þannig að framkvæmdin verði árangursrík. Stöðugt þarf að sjá og hugsa svo framkvæmdin verði sem best. Nú, mig langar til að þið fáið heimaverkefni. Það var nú best. En það getur verið þetta að skrifa niður hvað kærleiksþjónusta er fyrir þér. Sem þiggjandi, sem veitandi. Það er að segja, sem þiggjandi þjónustunar. Ég er búin að vera hér í kirkjunni í dag við messu, ég hef þegið þá þjónustu. Ég hef verið hér sem veitandi, ég er að fræða þar sem ég veit eitthvað Og þannig er þetta samspil í þjónustunni. Nú, ég vil líka beina þeirri stóru spurningu kærleiksþjónustan í hnotskurn í lögmannslið og sókn, Glerárkirkju. Sjáðu, hugsaðu, framkvæmdu. Þetta er bréf til ykkar. Takk kærlega fyrir. Upptakan fór fram í Glerárkirkju miðvikudagskvöldi 13. febrúar 2013. Framsögu annaðist Ragnheiður Sverrisdóttir, djákni og verkefnisstjóri á þjónustusviði biskupsstofu. Erindi hennar er annað erindið af samtals 8 erindum sem flutt verða á fræðslukvöldum vorið 2013 og birt í sjónvarpi kirkjunnar. Fræðslukvöldin eru samstarfsverkefni starfs- og leikmannaskóla þjóðkirkjunnar, Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmis og Glerárkirkju. Umsjón hefur Pétur Björgvin Þorsteinsson djákni. Nánari upplýsingar má finna á vef Glerárkirkju og á kirkjan.is.